5, 4, 3, 2, 1. Góða kvöldi kæru gestur og verið velkomin í Season 2 af Almenna bikarnum. Ég heiti Þorsteinn Jón Thorlacius a.k.a. Steinurus in-game og manager fyrir Silfur Mosfellsbær og verði ég kasturinn ykkar í kvöld. Liðin sem að fara að mætast í kvöld eru Böðlar og Hreðjar, annars vegar landsliðið og svo liðið sem vann neðri deild í Season 1. Gríðarlega vel gert hjá Hreðjum. Og það var sagt á þann að þau þurftu að vera með nokkuð stórar hreðjar til þess að takast á við böðlana. En böðlar samanstendur af Elmaestro, Stíl, Dortingull, Snorlax, Númling og Fútark. Og hreðjar eru Darmander, Kaiui, Spiderpig, Pardus og Signature og síðan Dialon. Fyrsta mapp í umferð 1 verður Lijiang Tower sem control map eða control type af mappi og það svona pínu eins og King of the Hill þar sem að bæði liðin keppast við að ná punkt og safna 100% og þá ertu komið 1 stig og það þarf í rauninni að fá 2 stig til þess að vinna kortið eða mappið. En já, þetta gríðarlega spennandi. Fyrsti strímaði leikur í efri deild núna í kvöld, þannig að mikill heiður fyrir mig að fá að lýsa þessum leik. Og já, ég held að það sé bara komin tími til þess að fara að byrja þetta. Við erum að sjá hvort að liðin séu klár, hvort það séu ekki allir klárir í slaginn. Við erum að fá svar frá liðunum. En já, við förum þá bara að hoppa inn í leikinn. Og fyrir þá sem eru að spila komp, þá var Season 26 lengt nokkra daga. Við ykkur var að spá og vissi ekki af því. En já, það oftast það sem að fólk að spila svolítið svona rush komp eða svolítið svona hröð composition í þessu mappi. Að reyna að stíga inn í óvinna liðið og traðka yfir þið. Og fáum að sjá hvað ætla að fara í sikkvoru liði. Við skulum byrja á böðlum. Og fáum Stíl og Elmaestro á tank og þá það Stíl á Monkey. Já, við erum aðeins að hlaðast inn í leikinn. Þarna kom það. Já, það Stíl á Winston, Elmaestro á Zarya, Snorlax á Symmetru, Dortingull á McCree, Fútark á Lucio og Númling á Önu. Þetta svona akkurat rush composition þar sem þau nota speed boostið frá
Lucio til þess að koma sér inn í óvinna liðið hratt, en í hreðjum þá eru Darmandir á Reinhardt, Kaiju á Pharah, Spider-Pig á Mercy, Pardus á Zarya, Signature á Hanzo og Diellon á Ana. Það er svona aðeins meira stable comp að vera að spila saman og Kaiju ætlar að reyna að fá hennar pick. Signature tekur út Snorlax, mjög gott fyrsta pick, en Dortingull er ekki lengi að svara með 2 pick á Darmandir og Signature. Spider-Pig nær ressi á Signature og böðlar virðast ná þessum fyrsta fight nokkuð örugglega, með samt nokkuð föll á leikmönnum, en náðu að recovera fyrir eitthvað hratt frá því og eru bara að stabilisa sig og ná cooldownum aftur niður og svona. Það sem er rosalega mikilvægt í svona control mappum, þar sem tíminn fer rosalega hratt upp í 100 út af því að 1% er 1 sekúnda, er að ef að liðið þitt tapar teamfight, að deyja strax í rauninni og resetta bara og vera ekki lifandi of lengi án liðsnýns svo að ná að koma aftur saman. Nú getum séð hérna hreðjar eru að fara inn á punkt, ætlar að reyna að taka á móti þeim og það er hent nano á stíl sem er tjartsaður út í hot. Sjáum hversu mikinn skaða hann getur tekið. Dortingull tekur 2, Snorlax tekur út Signature og Futar búppar Spider-Pig út af mappinu og síðan tekur hérna stíl clean up á Darmandir og algjörlega slátur hann bara, eða drepur hann, tekur hann úr umferð. Sjáum hérna, þá eru hreðjar að resetta aftur, koma sér saman, virðast ekki ætla að breyta uppsetningunni neitt. Ætla að reyna að halda í þetta. Snorlax hérna með hrikalegt pick á Spider-Pig og dettur út af mappinu. Þvíl búbla frá stíl, nær að blokka sjattir frá Darmandir. Og El Maestro hendir hérna út í graf sem nær bæði Diellon og Darmandir. Við getum séð hérna Signature ætlar hugsanlega að reyna að snert og Kaiju kannski líka, en það er rosalega erfitt á móti Dortingull. Taka hérna bara að skipta yfir á ball. Kaiju notar brast nær einum og þá er það núna bara hreðjar að reyna að halda sér inn í leiknum með því að skipta yfir í ball sem er algjör stall hetja eða tefju hetja. Spider-Pig nær ressinu á Kaiju en böðlar láta sig ekki hafa þá og eru fljótir að taka það úr. Og það er annað nano á Snorlax frá Númling og þau taka hérna fyrsta round í fyrsta mappinu. Fer til böðla, gríðarlega vel spilað. Það mætti halda að þeir hafi spilað rosalega mikið saman áður. Nema hvað að Dortingull er nýr leikmaður í böðlum. Það voru transfer eða leikmannaskipti og Sindri sem var í böðlum er núna komin yfir í höfðingja og Dortingull er komin yfir í böðla. Hann fór í tröll afsækið, það var að vilja sem er. En já, og þá er það annað mapp nummer 2. Man er ekki með nafni alveg á tungunni. Við sjáum hérna, hreðjar ætla bara mjög svipa komp, skipta úr Hanzo yfir í Reaper og það er bara mjög svipa hjá böðlum líka, nema Snorlax ætla Viddo, ætla að poppa nokkra hausa og tekur hérna út Signature. Rosalega mikilvægt pick fyrir böðla, það sem að Reaper gerir einstaklega mikinn skada við hetju eins og Winston, algjörlega étur hann. Gríðarlega vel spila hjá böðlum þar sem þeir eru að nota double bubble statti, þar sem að þeir fara Monkey Zarya og þá hoppar Winston inn, byrjar að fá búblu frá Zaryu, Zarya fær charge og síðan eftir að hún fer þá notar hann sína eigin búblu og nær því að í rauninni að trufla óvinarliðið rosalega mikið með nærvinnu sinni. Það er svo erfitt að díla við 2 skildi í einu. Við sjáum hérna að Snorlax ætlar að reyna að staðsetja sig uppi. Signature kemst bak við hann og tekur hann út. Mjög gott pick fyrir þá. Staðan er þá 6-5. Futar tekur út Signature. Er reyna í baklínuna að trufla þá eitthvað.
Spider-Pig ressar Signature. En Foodtruck aftur komin í baki, það kemur Nano Boost á Steel. Greiðanlega hættulegur api. Og hann hendir í Primal Rage, nær einum. High Noon frá Dordingull, tekur út Spider-Pig afsakið. Dordingull, Spider-Pig, Spider-Gull. Þannig já, það er svona nokkurn veginn bara team kill hjá böðlum. Fyrir eitthvað svona yfirvegandi, en hræðjar eru samt alveg að gefa þeim góðan fight. Það eru líka gríðarlega vel staðsettir hjá böðlum. Það sem þeir eru ekki að gefa Reinhardt mikinn séns á því að vera að lemja marga í einu. Það tekur það rosa langan tíma fyrir hann að fá ultið sitt. Snorlax með hérna 2 pick, 3 pick og Foodtruck ennþá í baklínunni á hræðjum að trufla þá og drepa þá. Þeir eru ekki að gefa þeim mikinn séns á að komast aftur inn á punktinn með staðsetningunum sínum. Skulum sjá hérna, El Maestro með Graviton. Með Graf, skulum sjá. Shatter frá Darmander nær Steel, hann á ekki að refsa þeim nógu vel og El Maestro tekur út Pardus. Kaiju reyna að sníka hérna inn á punktinn með Mercy. Ná punktinum. En El Maestro er hreinlega að moppa gólfið eins og en Signature með 2 pikka númling á Snorlax algjörlega að taka það í karpúsið. Sjáum nær hann Foodtruck í leiðinni eða er Foodtruck of snöggur alltaf að renna sér á veggjum og eitthvað algjörlega út í hött og böðlar ná punktnum og taka þá fyrsta map 1-0 fyrir böðlum, gríðarlega vel spilað enda, já er þetta gæðin af spilum sem að býst við frá leikmönnum sem eru í landsliðinu. En hræðjar er að standa sig gríðarlega vel líka. Algjörlega standa sig mjög vel. Hérna að fá að sjá play of the game frá Steel. Tekur hann Primal Rage. Gríðarlega gott ulti á þessu mappi þar sem þú getur verið að henda playerum hérna út af mappinu, hægri vinstri. Sjáum hérna, Steel með 6 Primal Rage kills. Hrikalegt. En já, og þá fá hræðjar að velja map númer 2 og böðlar velja á hvaða side, eða hvort þið vilja byrja á attack eða á defend. Og við erum að fara hérna yfir hybrid map sem er blanda af point og payload. Það sem þú verður að byrja að ná punktnum af óvinnuliðinu sem er að verjast og svo þarfst að ýta payloadinni eða sprengjunni alla leið út að enda. Og það er talað um first point, eða fyrsta punkt, annar punkt og þriðja punkt. Og það eru sem sagt í rauninni svona checkpoint eða vistunarpunktar sem að liðin sem eru að takka fá. Og ef þau ná, segjum að þú byrjar með 4 mínútur ef ég man rétt. Og hann byrjar að telja niður þegar leikurinn byrjar og eftir hún nær fyrsta punkt þá færðu auka tíma og þegar hún nær öðrum punkt þá færðu meiri auka tíma og svo náttúrulega ef hún nær þriðja þá er henni rándi búið. En já, mjög vel spilað og böðlar er að sýna svolítið mikinn yfirburð en það er náttúrulega bara við að búast. En já, það hafa verið svolítið mikið af liðsmannaskiptum áður en þetta season byrjaði í mörgum liðum og munum við fá að sjá það eftir því sem að seasoni líður á. Fáum að sjá nýja leikmenn. Bæði nýja leikmenn og svo eru 2 ný lið. Það eru annars vegar Þorbjörn og Uxar Vopnafjörðar sem eru þá 2 ný lið. 2 ný lið í neðri deild sem er bara algjörlega magnað að fá fleiri lið inn í deildina og við hvetjum hvern sem hefur áhuga að spila Overwatch eða keppi Overwatch að koma inn á íslenska Overwatch Discord serverin og það eru eflaust einhver lið sem vilja fá fleiri leikmenn eða fá subba sem eru svona auka leikmenn eða varaleikmenn.
En já, við sjáum hérna að böðlar ákvað að byrja í defend sem þú veist, það rosalega mismunandi að byrja, þú veist, eftir hvert fólk vilja byrja í defend eða attack. Sem finnst stælar að byrja í defend út af því að þá fá þeir að sjá hversu langt þeir þurfa að pusha og svo bara öfugt. En við sjáum hérna uppsetningunni hjá, hún svolítið öðruvísi núna hjá böðlum, það taka hérna Rein, Zarya, Mei, McCree, Lucio og Baptiste. Þeir fara svolítið, þetta rosalega gott strat, þetta svona algjört röskom. Það sem að þegar hreðjar reyna að komast í gegnum hliði hérna, þá setur Snorlax upp Mei-vegg eða svona ísvegg og þau loka í rauninni manneskjum sem komast gegn inni, geta þá ekki komast tilbaka og það rosalega létt að drepa manneskjum þá eða taka hana út. Og við sjáum hérna uppsetningar hreðjum, það þá Rein, Zarya, Junkrat, Hanzo, Mercy og Ana. Og Darmandur lokaður úti aftur. Böðlar fljótir að bregðast við og taka hann úr umferð. Og þetta í rauninni bara það sem þetta komp snýr hjá böðlum, bara að loka leikmenn af. Nota hugsanlega, já, eins og getur séð að loka spáninu, þannig að við komst ekki út. Og það bæði til þess að loka leikmenn af og svo líka til þess að loka fyrir ultis hjá óvinnuliðinu. Til dæmis ef að McCree að nota High Noon, þar sem hann getur drepið fólk, þá getur Mei nota veggi sinn til þess að loka á McCree og þá getur hann ekki senir. Þannig að, já, þetta rosalega sterkt. Og svo náttúrulega Lucio til þess að speedboosta Reinin og Zaryunu inn í óvinnuliðið. En já, við skulum sjá þeir að reyna að taka hérna high ground, en Kaiju tekinn úr umferð, pínu svona off guard, sem ekki nóg gott, þeir missa tíma í hvert skipti sem einhver fellur, þannig þeir þurfum vel að bakka bara alveg og koma sex saman, svo þeir ná að pusha eitthvað inn á punktinn. Og reyna að byggja ultíinu þessu. En eins og við getum séð hérna hjá böðlum, þá þeir með Shatter, Graf, Glugga og svo þetta og voru að fá Blizzard líka og stutt í beat, þannig þeir með rosalega mikið að defensive ultíum til þess að stoppa. Þetta var þetta hrikalegt, taka hérna að nota Icewolf upp í high groundi til þeirra, en því miður hittir stíl ekki Shatterinu, það var reyndar eitthvað. En ná hérna tók hérna út 3, hérna 2 afsakið. En hreðjar samt að ná að íta inn. Stíl tekur út Dielon með Firestrike. Mjög gott Shatter, en ná því miður ekki að refsa neinu fyrir það og eiginlega bara refsu í staðinn. Þetta hefði samt verið hrikalegt Shatter hjá þeim, þar sem það náði að stoppa þetta hjá Dortingull. En núna eru hreðjar að verða komið 4 ulti. Þau geta hent hérna í 2 kombos, þar sem við nota Graf hjá Zaryu og svo annarkvort Dragon eða Tyr hjá Junkrat og Hanzo. Svo eru þau með nanoboost, en þau geta þá notað á Reinhardt eða eitthvað álíka líka. Skulum sjá hvernig þau spila þetta. Ná að vera ekki lokað inni af veggnum. Heyrðu, hvað gerist þarna? Kaiju? Tyrið sprakk strax þá að fara í óvinnuliðið og drepa eitthvað, ekki springa strax. En þau eru að fara inn í hótel, stílir í bakinu, hitir ekki neitt með Shatterinu, nær samt að chargea á Darmandur og það bara partur sem lifir einn eftir og þeir síðan stuttu eftir. Við hefðum viljað sjá hans meira með Tyrinu hjá Kaiju, en kannski var þetta eitthvað stress eða doppelklikk í músinni, það getur gerst. Stíl alltaf bara inn í spóni hjá þeim, fær búblu frá, það beat hjá Futark. Futark alveg bara á fullu hann að drepa í baklínunni. Það Graf frá báðum Zaryunum og það bara teamkill aftur. Og Salty BM hjá Stíl byrjar að móta fyrir utan spónið hjá hreðjum. Kannski ekki alveg íþróttamannslega hegðun, en það allt í lagi að grína stundum. 0-0. Switching sides. En já, þetta gekk ekki alveg upp hjá hreðjum, þar sem þau hefðu getað komboað rosalega mikið. Allavega með Zaryu og Hanzo og svo líka Riptide hjá Junkrat. En já, við sjáum hérna
Þess að geta séð Alderworth Hotel. Það kallað hótel. Þetta samt í rauninni bara móttaka, ekki mikið hótel. Ready for battle. Skulum sjá hérna hvað böðlar ætla að rífa út fyrir attackið. Þá það stíl á Reinhardt, El Maestro á Sarju, Snorlax á Föru, kannski pínu út úr comfort zone-un hans, en maður veit aldrei, kannski búin að vera þessi. Hann svona meira Ash, McCree, Sombra player. Dordingull á McCree, Futarsk á Senninum og Númling á Önum. Svo yfir í hreðjum þá Darmandir á Reinhardt, Kai, en Partius á Saria, Kaiju á Mei, Signature á Torb, Spiderpig á Zenyatta og Djerlon á Ana. Þau ætla greinilega að reyna mjög svipað strat og böðlar voru að gera. Þess sem þau reyna að loka af og kannski hugsanlega discorda. Ná hérna út stíl, en stíl með charge allavega inn á punkt. Þau verða að refsa honum strax áður en restalinu kemst inn og ná því. En Snorlax með pick á Sari gæti hafa verið eitthvað miscommunication upp á heal. Hreðjar að lenda í smá vesinu með attacki hjá böðlum og Kaiju fellir fyrir Dordingull og Snorlax pínu bara að fá skjóta svolítið frítt þar sem þau ekki með hitskan til þess að eiga við Föruna. Og Partius rífur út bálinn til þess að reyna að stóla og eiginlega bara kontroll til lítar og þau taka þá map nr. 2. Böðlar taka map nr. 2, það 2-0 fyrir böðlum. Svo lítill yfirbyrður í böðlum eins og en við fáum að sjá hérna að play of the game hjá stíl. Gríðarlega gott settir, nær 3 eða 2 í setturinu og svo chargear Darmandir. En síðan ætlum við að taka eitt highlight vídeo gert af okkar æðislegum vídeoeditorum Sigfusion og Gutst. Gríðarlega
Já, velkomin aftur, við erum komin tilbaka. Herði, ég vil taka fram að ég gerði mistök á hann. Það eru þess að djöflar og uxar sem eru nýlið, en Þorbjörn er nýtt lið en er að nota nafn sem var. Þannig ég vil bara taka það fram. Já, og Hefnd líka. Það er þess að, já, nýtt lið eru djöflar og uxar með ný nöfn. Og Þorbjörn og Hefnd eru nýlið en eru að nota nöfn sem voru. Þannig bara alltaf að clarifya, þannig enginn sé reiður eða ósáttur eða bara smá klúður hjá mér, biðst afsökunar á því. En já, það er þá 2-0 hjá Böðlum. Það er svolítill yfirburður hjá Böðlum, en það er bara allt í góðu, út af við erum öll bara að læra og þetta er í rauninni bara mjög góður reynsluleikur. Maður tapar aldrei, maður lærir, maður annarkvort vinnur eða lærir. Það er bara annarkvort eða, það er aldrei tap. En já, þá er það map nummer 3, það er Volskaya 2CP eða Assault map sem er svona uppáhaldi hjá leikmönnum. Geta oft orðið rosalega langir leikir og Volskaya er mjög fínt map, segja hann í alveg hreinskilni. En já, uppáhaldsmap hjá mörgum, ekki uppáhaldsmap hjá mörgum og game modið. Og í Overwatch 2 þá var verið að tala að 2CP það gæti verið að verði ekki 2CP í Overwatch 2 sem eru frekar stóra fréttir fyrir suma. Ég persónulega er alveg nokkuð ánægður með það. Það eru stundum fara þetta alveg upp í 6 rounds svona leikir þar sem að liðin ná alltaf báðum punktum og það er bara konstant verið að keppa og geta alveg farið upp í hálftíma leikinir. En já, við skulum kíkja á uppsendingunni hjá liðunum. Steel ætlar að rífa út og rísuna. Ok, það er eitthvað. Maður sér og rísu ekki oft vera að spila, en hans Steel hefur stundum verið kallaður og rísa one trick. Hann er ágreinilega verið búinn að mastera þessa hetju, við fáum að sjá það hérna. Elmaestro ætlar að fara Sigma, Snorlax ætlar að fara Smettra, Tortingull á Bastion og Futark ætlar að Sen, Númling á Bap og í hreðjum þá ætlar Darmandir og Reinhardt, Pardus á ég týndi orðin ásakið, Kæju á Junkrat, Signature á Symmetra og Spiderpig á Moiri og Diellon á Ana. Signature teleportar yfir á punktu, byrjar að kappa, nær samt ekki tikki, Kæju gæti hugsanlega klárað. Darmandir nær tikkinu, Futarkana er að drita á hann og Elmaestro tekur og klárar hann af. Saria, þannig er það. Pardus á Saria, afsakið. Þannig við sjáum hérna Böðlar ætla að pulla út Bastioninn sem er svona óskrifur regla að fara ekki á Bastioninn, en þetta er leikur og það má allt. Skulum sjá hérna hvernig hræðjar ætla að svara á móti þessu hrikalega setupi sem að Böðlar eru með. Það er rosalega erfitt fyrir þá að komast nálægt. Til dæmis Echo, mjög erfitt fyrir hann að fljúga yfir þá. Hún verður bara diskordu og svo skotið niður af Bastion og þau teleporta henni yfir. Einstaklega gott strat út af því að þau verða að flusha út high groundinu. Þau verða að koma þeim að því út af því annars eru þau bara að fara að drita á þau. Og ef þau fara hægra megin, þá teleporta þau vinstra megin og svo öfugt. En við sjáum hérna að þau eru bara hægt og rólega að taka hreðjar út einn á eftir einum. Og Darmandir er að reyna að heilsa þeim hérna á meðan hann fellur. Signature tekur út Futark. Gæti verið svolítið mikilvægt pick. Snorlax er að komast hérna í bakklænið. Það er spurning hvort að Signature hafi séð hann. Mér sýnist það. Spiderpickar senda hérna út damage ball. Það er rosalega hættulegt að labba inn í svona rými þar sem Symmetra býður. Ó, hann er að fela sig bak við lítinn stól. Hann var bara fundi, halló.
ekki vera trublan, hvað er í lag ykkur? En þau taka hann úr umferð, taka hann út. Þá, en hins vegar eru þau þá núna ekki með teleporti til þess að skipta yfir. Þau gætu þá hugsanlega verið fljót að flusha þeim út. Þau ætla að reyna að stagra. Áhugavert. Það er mjög góð ákvörðun hjá hreðjum. Snorlax skiptir yfir í Doomfist, ætla að reyna að vera snöggur tilbaka, en hann var bara ekki að búast við öllu liðinu inn í spónið til þeirra. Það er spurning hvað þau ætla að gera til þess að koma þeim af þessu high groundi. Ó. Spider-Pig hendir bara í ulti hérna, ætlaði greinlega að ná sem að skaða hérna yfir mappið, en hefði hugsanlega mátt bíða með ulti sitt þangað til núna. En þau hendir hérna nano á Darmandir, Steel ætti að falla. Futark hendir í trans og El Maestro notar Gravital Flux. En böðlar ná að taka þetta tilbaka þótt að þeir hafi verið tveimur undir, jafnvel 3. En ná hérna að koma sér aftur upp á strik. 30 seconds remaining. Það eru 30 sekundur eftir og hreðjar með 1 tick sem getur verið bara allt í lagi ef þau ná að halda út. Stíla félags í bakvið kassveðina, þannig að verður ekki get ekki síðan, veit ekki hann. En hann ákveður að gefa stöðuna sína. Sem hann að Kæju að reyna að taka eitthvað bakvill, hægra megin. Snorri að koma, færi hann að lyftu. Kæju hendir í tægir. Signature tekur út Dordingur sem var í miðju ulti. Darmandir hendur út Primal Rage. Snorlax að beama Signature út af kortinu. Og þetta virðist vera bara nokkuð mikið clean up hjá böðlum. En hreðjar gáðu þeim samt nokkuð góðan fight, náðu 53,3% á fyrsta punkt. Initiating match. En þá skiptist þetta yfir og böðlar fara í attack og hreðjar yfir á defend. Áhugavert, þetta er rosalega sterkt strat ef það virkar. Og þarna virkaði hjá böðlum að nota Symmetra Bastion. Og Double Shield, algjörlega venda Bastion sinn eins og lítið barn. Leyfa að koma í engan harm. En við skulum sjá hvað liðin ætlar að rífa út núna. Byrjum hérna á hreðjum, þar sem það er Darmandir á Reinhardt. Partur skiptir yfir í Roadhog. Signature á Torbjörn, Kæju á Junkrat, Spider-Pig á Mercy og Djellan á Ana. Og yfir í böðlum þá ætlaði þau að ranna á Double Shield aftur nema bara með Reinhardt og ætla að taka Symmetra Teleport örugglega inn á punkt. Dordingull yfir á Widow, Futark, Sen og Númling á Bap. Þau ætla að fara og taka hérna Teleport vinstri. Þetta er enginn út af mappinu, það á til með að gerast að fólk dettur hérna niður og í sjóinn og deyr. En Dordingull ætlar hérna að píka hérna, tekur út turretið, þau eru bara hægt og rólega að koma sér inn. Núna þurfa hreðjar að passa sig að vera ekki pikkuð af. Þau henda í fleiri teleports, að nýta sér teleport hérna alveg bara eins mikið þau geta. Kæju með rosalega hættulegt push að hoppa svona inn í þau. Og þá tekin út. Darmandir fellur líka. En Signature tekur út Dordingull, lætur hann hafa það og El Maestro chargear Signature út af mappinu. En það þá komið og böðlar taka 3. mappið og vinna þá leikinn. Eða viðureignina, eins og maður myndi segja á íslensku. Mjög skemmtileg viðureign. En já, fáum að sjá hérna play of the game. Böðlar með 3-0 sigur, gríðarlega vel spila, hreðjar að gáðu þeim samt alveg góðan fight. Sjá hérna Snorlax að hægri klikka og beama þá alveg út til dauða. Nær inn á önunni, tekur út Signature og nær hann Moirunni líka, tekur út Spider-Pig.
Crazy Monkey í highgroundina að íta öllum út allt, berja þá í spað. En já. Ætlum að fá hérna leikmenn í viðtöl, vonandi fá einn í sikkur liði, byrjum á hreðjum ef þau eru til. Og þau eru til. Ætlum að fá hérna Darmandir held ég úr hreðjum, spyrja hann svona nokkra spurningar. Það sem þau voru náttúrulega að koma upp úr neðri deild, þá er þetta svolítið svona þetta er svolítið þau voru að chilla í litlu sundliðinu og núna eru þau svona komin í stóru sundliðinu. Ég man ekki alveg réttu orðalýsinguna á þessu, en þetta er svona svipuð, samhengi? Já, samhengi. En já, það getur verið rosalega stórt stökkva frá að fara úr neðri og yfir í efri. En það er algjörlega rosalega mikil reynsla. Og þess vegna ef að fólk er mikið að skrimma bara við öll lið, bæði við neðri og efri, til þess að fá sem mestu reynsluna. Og skrimma oft. En já, við ætlum að fá hérna Darmandir inn í viðtal. Við erum bara að bíða eftir að hann komi. Mjög áhugavert stratt samt hjá böðlum. Það er svona pínu spurningamerki að þeir ætli að taka þetta það sem þetta er ekki oft spilað í higher ranks nema kannski þess að cheese out. En hann Darmandir er kominn til okkar hérna í viðtal. Vertu velkominn Darmandir, hvernig ertu? Takk fyrir. Ég er mjög fínn með meðferðina sem ég fekk þarna. Já, þetta er náttúrulega hugsanlega erfiðasta liðið til þess að fá, hvað er það ekki, fyrsti leikurinn ykkar í efri deildinni? Jú, mikið rétt. Jú, þetta er akkurat, þið er að fara hérna í glænýjan Lamborghini og sko inngefunni fast í botni. Þannig að þetta er, en hvernig var... Spilum á tríhjóli. Já. En hvernig var stemmarinn fyrir leikinn? Þú veist, hvernig voru dagarnir komandi að þessum leik? Þú veist... Við svona gerðum okkur ekki miklar vonir að vinna þennan leik, en við reyndum að halda höfði. Já, auðvitað. Og svo, en þetta er náttúrulega ekki beint tap, þetta er þetta ekki meira svona bara í reynslubankan og þú veist, og síðan kannski hugsanlega horfa á voddi og skilur fara yfir hvað hefði mátt fara betur og algjörlega. Í þess áttari raunar, sko. Og síðan líka bara mjög skemmtileg tilfinning að ná tikki á móti þeim. Já, það var gríðarlega vel gert og þið voru alveg að fá picks alveg oft og þið voru alveg að gefa góðan fight, sko. En það er náttúrulega... Það var miklu betri heildarmynd þarna heima, en þetta var alveg... hefði getað farið mun verr. Já, en já, þið bara stóðið ykkur gríðarlega vel. En svo, svona, hvernig leggst það ykkur að vera komin núna í efri deildina? Sko, þetta er pínu eins og að vera hent ofan í djúpulaugina. Já, þetta er svolítið þannig, sko. Þetta var alveg harð unnið að ná neðri deildinu og við erum komin hérna upp í miklu erfiðari lið. Þetta er svolítið öðruvísi ballpark. Pínu. Heldur en neðri deildin. Virkar ekki jafnvel að one trick pony hér. Já. Já. En hvernig er það að æfa oft á viku og svoleiðis? Eða þú veist, er það WOD review og eitthvað svoleiðis? Við gerum það mikið fyrir neðri deildina en við höfum ekki alveg komist almennilega í gang núna eftir að annað season byrjaði. Það tekur kannski smá tíma að trekkja hjólið eftir í gang eftir þessa pásu í rauninni? Já, líka bara ekki alltaf sem allir komast á sama tíma og þannig. Já, ég skil það. Ég skil það. En já, ég hef allavega ekki fleiri spurningar, við ætlum bara að hafa þetta svona frekar bara svona stutt og laggott, bara fá svona smá input frá í rauninni tímkapteinum og svona smá stemmingu. Er eitthvað sem að þú vilt koma frá þér áður en við kveðjumst? Bara þakka böðlum fyrir leikinn. Drengilega að spila fyrir utan þegar tóku Bastion.
Já, það kom mér líka gríðarlega mikið óvart en maður veit aldrei. Nei, nákvæmlega. Þetta er bara vel spilað og takk fyrir leikinn. Yes. Bara takk kærlega fyrir leikinn og takk fyrir að koma í viðtal og bara Takk gangi sömuleiðis. ykkur sem allra best í komandi leikjum. Takk fyrir. Og þá ætlum við að fá hann Dordingull inn, glænýr leikmaður inn í Böðla. Vertu velkominn Dordingull, hvernig ertu? Ég er bara mjög fín. Ertu gamall þarna óvartspilari eða þú veist spilaðu mikið áður en þú komst í Böðla? Já, ég hef spilað alveg síðan season 1, sko. Þannig þú ert alveg reyndur maður. Getur sagt það. En sko, þú varst ekkert á seinasta seasoni, eða nokkuð? Í almenna bikarnum. Já. Jú, ég var í Selfoss Sailors. Já, alveg rétt. Alveg rétt. Afsakið þetta. Hvernig kom það til að þú endaðir í Böðlum? Þetta var svona pínu 2 tilviljanir í einu. Það sem að Gummi Kólmann stökk inn í liði hjá Selfoss þegar ég var ennþá í því. Já. Og þá vorum við orðnir 3 DPS-ar þar, þannig að þetta eiginlega var pínu vandræðilegt að spila í kringum það. Já. En síðan datt mitt DPS út úr Böðlum, minna það hafi verið Sindri fyrir einhverja ástæðu. Sindri sem datt út. Já, það var mitt, og síðan var einmitt hann GKR sem að mælti með mér til Böðla. Magnað. Já, þótt að þeir séu aðeins hærra rankaðir heldur en ég. En ég meina, mér sýnist þú bara passa mjög vel inn hjá þeim. Hvernig er svona liðsandinn innan liðsins hjá ykkur? Bara, þetta er svolítið gaman að vera í kringum það. Þetta er svona chill en samt á, alvarlegir í kringum þetta. Já. Væntanlega það er náttúrulega rosalega hár standard í Böðlum. Já. Ef ég mætti spyrja, hvað var eiginlega að frétta í koms þegar þið ákveða að pulla Bastion sem metrastratið? Sko, þetta var bara svona eiginlega svona síðasta sekundu ákvörðun, en eins og kannski sást ég komin hálfa leiðina á pointið þegar ég ákveða að hljópa tilbaka og fara á Bastion. Já. Þannig að þetta var bara svona eiginlega minna strategic call og meira bara svona spur of the moment. Já, ég skilja svona hafa gaman í rauninni bara. Já. Ég ekki rétt. En já, ég hef svo sem, ég er náttúrulega bara til hamingju með fyrsta sigurinn. Fyrsti leikurinn season 2, innilega til hamingju. Já, takk fyrir það. En já, ég hef svo sem ekki fleiri spurningar. Er eitthvað sem að þú vilt koma frá þér til áhorfenda? Nei, eiginlega ekki. Ekkert sem þetta er í hug. Já. Heyrðu, þá vil ég bara þakka kærlega fyrir komuna í viðtalið og bara enn og aftur innilega til hamingju með fyrsta sigurinn. Þeir eiga örugglega eftir að verða fleiri en við eigum eftir að sjá til. Mörg lið eru búin að vera að æfa rosalega mikið þannig að þetta gæti orðið erfiðara eftir það sem að líður á seasonið. Já, bara takk fyrir að hafa mig. Yes, bara takk kærlega fyrir. En já, kæru áhorfendur, ekki fara fet út af því að við erum að henda í annað highlight-vídeó as bara í töluðu orðum. Þannig að við getum beðið rosalega spennt eftir því og getum kannski bara spjalla smá. Það er til dæmis fullt af liðum í deildinni sem eru komin í org eða í rafíþrótta samfélag. Til dæmis höfðingjar eru komnir undir XE. Útlagar eru komnir undir Sakura eSport sem er með útlenskt org sem er huge, bara risastórt, það er bandarist ef ég man rétt. Svo náttúrulega Fylkir með kartöflur. Og já, ég held að ég sé ekki að gleyma neinu.
Nei, ég er ekki að gleyma neinu. En highlightið er ready og við ætlum bara að henda því í gang núna. Og ég held að eftir highlightið þá munum við líklegast bara enda streamið, þannig ég vil bara þakka kærlega fyrir áhorfið í kvöld. Ég heiti Þorsteinn Jón Thorlacius, var ykkar kastur í kvöld og við munum sjást mjög bráðlega.